Hið almenna bréf Júdasar. Júdas, þjónn Jesú Krists, bróðir Jakobs, heilsar þeim sem Guð Faðir elskar og hefur kallað og Jesús Kristur varðveitir. Miskunn, friður og kærleiki margfaldist með ykkur. Þið elskuðu. Mér var það ríkt í huga að rita ykkur sameiginlegt hjálpræði okkar. En nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvet ykkur til að berjast fyrir þeirri trú sem heilögum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. Nokkrir menn hafa laumast inn í söfnuðinn. Það eru óguðlegi menn sem misnota náð Guðs okkar til taumleysis og afneita okkar eina lágvarði og drottni Jesú Kristi. Fyrir löngu var ritað þann dóm sem biði þeirra. Ég vil minna ykkur á að þótt þið viti það allt, að drottin frelsaði líðin úr Egyptalandi, en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu. Minnist englana sem ekki gættu tignar sinnar, heldur yfirgáfu eigin bústað. Guð hefur geymt þá í myrkri í ævarandi fjötrum til dómsins á deginu mikla. Gleymið ekki heldur Sódómu og Gómorru og borgunum umhverfis þær sem drygt höfðu saurlifnað, álíkan hátt og englarnir og stunduðu óleifilegt kynlíf. Guð setti þær til viðvörunar og refsaði þeim með eilífum eldi. Á sama hátt saurga og þessir draumvilltu menn líkamann, meta að engu drottin vald og lastmæla himnaverum. Eigi dyrðist einu sinni höfuðengillinn, Mikael, að saka djöfulinn guðlast, hann átti í orðadeilu við hann líkama Móse, heldur sagði, drottin refsi þér. En þessir menn lastmæla öllu sem þeir þekkja ekki, en það sem þeir skilja af eðlisávísun sinni eins og skínlausar skepnur verður þeim til falls. Vei þeim, því að þessi menn hafa gengið á vegi Kains og sögt sér í villu Bíleams af gróðafíkn, gert uppreisn gegn Guði eins og Kóra og tortímst. Þeir eru smánarblettur á kærleiksmáltíðum ykkar, þeir sitja að veislu með ykkur og háma í sig blygðunarlaust og hugsa aðeins eigin hag. Þeir eru eins og vatnslaus ský sem rekast fyrir vindum, eins og tré sem bera ekki ávöxt að hausti, steindauð og rifin upp með rótum. Þeir eru eins og ofsalegar hafsbylgjur sem freyða eigin smánarverkum og stjörnur sem farið hafa út af braut sinni og eiga dýfsta myrkur í vændum til eilíðar. Þessa menn spáði Enok líka, 7. maður frá Adam, hann segir, sjá, drottin komin með sínum 1000 heilara til að halda dóm yfir öllum, og til að sanna alla óguðlega menn seka öll þau óguðlegu verk sem þeir hafa drygt og öll þau hörðu orð sem óguðlegir syndarar hafa talað gegn honum. Þessir menn eru síkvartandi og kenna öðrum örlög sín og lifa eftir gyrndum sínum. Munnur þeirra mælir ofstopa orð og þeir smjaðra fyrir öðrum sér til ávinnings. En þið elskuðu, minnist þeirra orða sem postular drottins vors Jesú Krists hafa áður talað. Þeir sögðu við ykkur, á síðasta tíma munu koma spottarar sem stjórnast af sínum eigin óguðlegu gyrndum. Það eru þeir sem valda sundrungu, þeir eru bundnir við þennan heim og hafa eigi andan. En þið elskuðu, byggið ykkur sjálf upp í helgustu trú ykkar, biðjið í heilugum anda, látið kærleika Guðs varðveita ykkur sjálf og bíðið eftir að drottin vor Jesús Kristur sýni ykkur náð og veit ykkur eilíft líf. Sumir eru efablandnir, sýnið þeim mildi.
Suma skulu þau frelsa með því að hrífa þá út úr eldinum. Sýnið sumum óttablandna mildi og forðist í jafnvel klæði þeirra sem flekkuð af synd. En Guði, sem megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald frá aldaöðli, nú og allar aldir. Amen.